Jæja, komið þið sæl. Í þessu myndbandi langar mig að fara með ykkur yfir skák sem í sérstöku uppáhaldi á mér. Hún var teld árið 1991 í Tilburg í Hollandi og hér eigast við enski stórmeistarinn Nigel Short og hollenski stórmeistarinn Jan Timman. Nigel Short teldi heimsmeistaratitilinn við Garri Kasparov en tapaði því í EMV og Jan Timman tapaði einnig heimsmeistarinn í EMV gegn Anatoli Karpov. Þannig að þessi skákmenn voru með þeim allra bestu á sínum hátindi. Short eins og ég segi var með hvítt og lék E4 og Timman svaraði því með riddari F6 sem kallast Aljakinsvörn. Short lék E5 og eftir riddari D5 kom D4. Í Aljakinsvörn þá gefur svartur hvítum eftir miðborðið, þannig að hvítur getur þanið sig á miðborðinu en plan svarts er að sækja að peða miðborðið hvít seinna með mönnunum. Timman lék D6 og þá kom riddari F3. Annar möguleiki er að leika C4 eins og ég sagði og taka við miðborðið en riddari F3 er líka mjög góður leikur. Og nú lék Timman G6. Hugmyndin er að staðsetja biskupinn hérna á G7. Nú kom biskup C4 og riddari B6 og biskupinn hörfa hérna niður á B3. Biskupinn stendur vel á B3 eins og við sjáum, hann setur pressu á F7 hjá svörtum en hann hefur einnig gott tak á riddaranum á B6 sem á fáa reiti til að fara á eins og við sjáum. Nú kom biskup G7 og hér á hvítur tvo góða möguleika. Einn möguleiki er að leika riddari G5 og hóta F7 og svara til dæmis stuttur hrókum með að leika F4 og styrkja miðborðið. En Short leik öðrum góðum leik sem er drottning E2. Kemur nú verið í veg fyrir að svartu geti leitast eftir uppskiptum og drottningum seinna meir. Hvítur vill halda drottningunum inn á borðinu. Nú kom riddari C6 hjá Timman og Short hrókar það stutt. Í þessari stöðu vill svartur setja eins mikla pressu á peða miðborð hvíts eins og hann getur, peðið á E5 og peðið á D4 og leikurinn svo biskup G4 lítur vel út fyrir svartan en hann gengur því miður ekki fyrir hann í þessari stöðu vegna þess að hvítur myndi svara biskup G4 með að drepa hérna á F7 og eftir kóngudrepur F7 kemur riddari G5 skák og þá sjáum við að biskupinn á G4 fellur. Eftir kóngu G8 á drottningdrepu G4 er svartastaðan algjörlega vonlaus. Hvítur hótar hérna skák á E6. Þess vegna hrókaraði Timman stutt hérna fyrst og hótar þá að leika biskup G4 og Short lék þá H3 sem kemur í veg fyrir hótun svarts. Nú lék Timman A5 með hugmyndinni að leika A4 og ná hvíta biskupnum hérna á B3 og Short svaraði því að sjálfsögðu með að leika A4 sem stoppar svartan. Nú komu uppskipti á E5 og riddari D4. Svartur leitast eftir því að létta aðeins á stöðunni og eftir uppskipt á D4 þá sjáum við að hann hótar hvíta peðin á E5 sem Short verður að valda með hrókur E1. Þá kom E6 og hér það hvítur að ákveða hvernig hann ætlar að stilla mönnunum sínum upp. Hann þarf aðeins að passa upp á að E5 peðið lendi ekki í vandræðum. Við sjáum að svartur gæti verið að hugsa að leika riddari D7 og reyna að ná peðinu og þess vegna leik Short riddari D2. Riddarinn á leiðinni hérna yfir á kongsvængin á F3 bæði til þess að reka drottningunni í burtu og halda valdi á E5 peðinu. Hér kom riddari D5 og riddari F3 og Timman hörfaði með drottninguna hérna yfir á C5. Og hér kom mjög góð leikur hjá Short. Hvítur vill fara í kongsókn í þessari stöðu. Svartur er örlítið veikur á svörtu reitunum í kringum kónginn og til þess að komast í kongsókn þá þarf hvítur að koma drottningunni sinni yfir á kongsvængin. Og það fyrsta sem hann ætti að hugsa í þessari stöðu er að ná uppskiptum á svartreitabiskupinum. Það myndi veikja kongstöðu svarts gríðarlega mikið leið að svartreitabiskupinni færi út af borðinu. Þá eru þau svartreitarnir á kongsvagninum ennþá veikari. Þannig að Short lék hérna drottning E4 sem eins og við segjum mjög góður leikur. Drottningin á leiðinni yfir á kongsvagnin yfir á H4 með hugmyndinni biskup H6 og svo riddari G5 með hættulegri kongsvagn. Þess vegna lék Timman núna drottning B4 til þess að leitast eftir uppskiptum á drottningum. Ef að hvítur fyrir drottningaúrskipti í þessari stöðu þá held ég að svartur hafi jafnað taflið fyllilega. Þess vegna kom Short í veg fyrir það með að leika biskup C4 sem er virkilega góður leikur. Það lítur út fyrir að svartur getur komið hvítum í vandræði með næsta leik sinum riddari B6 sem Timman lék. En Short var búinn að hugsa fyrir þessu og í staðinn fyrir að bakka núna með biskupin og leyfa uppskipt á drottningum þá leik hann B3 sem að leyfi svörtum að gefa honum tvípeð eftir riddari drepu C4 og B drepu C4. En vandamál svarts í þessari stöðu er að hann er svolítið fáliður í vörninni á kongsvagnum.
Plan hvíts eins og áður sagði var að fara með drottningunni yfir H4 og ná uppskiptum á svartliðabiskupum með biskup H6. Auk þess hótar hvítur í stöðunni að leika biskup A3 sem vinnur hrókinn á F8. Svartur myndi vilja leika í þessari stöðu biskup D7 og biskup C6 og ef hann næði því þá var hann í mjög fínum málum. En hann þarf að koma í veg fyrir hótunina biskup A3 og lék þess vegna hrókur E8 og þá lék Short öðrum góðum leik sem að truflar svartan í að þróa liðið sitt. Hann lék hrókur D1 sem kemur í veg fyrir að biskupin fara á D7. Timman bakkaði með drottninguna á C5 og þá kom drottning H4. Short heldur áfram með planið sitt að leika biskup H6 og riddari G5 og nú lék Timman B6. Planið hans auðvitað að virkja biskupin sem kemst ekki á D7 en er núna á leiðinni á B7 eða jafnvel á A6 til að setja pressu á hvítustöðuna. Hér kemur vel til greina fyrir hvítan að leika biskup H6 en svartur getur svarað því með að fara í uppskipti á H6 og eftir drottningdrepur H6 getur komið drottning F8 og fari hvítur í uppskipti á drottningum og reyna að virkja riddarana sinn, til dæmis með að leika riddari G5 þar sem hann riddarinn á leiðinni á E4 jafnvel á F6 þar sem hann getur verið sterkur. Þá getur svartur leikið biskup B7 og í þessar stöðu þar sem að drottningarnir eru farnar út á borðinu og mesta kóngsóknin er liðin hjá þá gætu hvítu peðin á drottningavangnum orðið mjög veik í framhaldinu. Við sjáum eftir hrókur D7 sem lítur mjög vel út, hóta peðinu á C7 og setur pressu á F7 peðið. Þá getur svartur losað sig með að leika H6 og eftir að riddarinn bakkar leikið þá hrókur eftir D8 sem er dálítið sniðugur leikur. Hugmyndin er eftir hrókudrepur C7 getur svartur farið í uppskipti á F3 og leikið svo hrókur A til C8 og þá sjáum við að eftir uppskipti á hrókum munu hvítu peðin lendi í vandræðum í framhaldinu. Peðastæða hvíts er ekki góð hérna þó hann sé peði yfir. Þess vegna eftir B6 byrjaði Short á því að leika biskup E3. Hann vill halda mönnunum aðeins lengur inn á borðinu og hér hefði verið nauðsynlegt fyrir Timman að bakka með drottningunni sína niður á F8 og halda valdi á H6 reitnum. Þá getur hvítur ekki náð uppskiptum á þessu mikilvægu svartliðabiskupum eins og ég var að tala um áðan. En leikur Timmans í skákinni drottning C6 voru örlítið mistök því að nú kemst svarta drottningin ekki lengur á F8 og þá notaði Short tækifærið og lék biskup H6. Þetta vill svartur ekki drepa því eftir drottningdrepur H6 er hótun hvíts riddari G5 sem er mjög hættuleg. Þess vegna lék Timman biskup H8, heldur biskupunum inn á borðinu og nú kom hrókur D8 og nú sjáum við að pressan hefur aukist mikið á svörtu stöðuna. Þetta má svartur auðvitað alls ekki drepa, það enda með máti. Eins og við sjáum hvíti biskupun á H6 loka kónginn algjörlega inni. Þess vegna lék Timman biskup B7 sem tengir hrókana og heldur valdi á hróknum á E8 og setur auk þess smá pressu á hvítu kóngstöðuna. Nú er riddarinn á F3 svolítið bundinn út af máthótuninni á G2. Short leik hrókar alltaf D1 og valdar hrókinn sinn og þessum leik fylgir líka stór hættuleg hótun. Hér sjáum við að hvíta peðið A4 er í uppnámi en sé svartur svo gráður að hirða það þá kemur þessi skemmtileg leikur hjá hvítum drottning E7. Við sjáum að hrókurinn á E8 er leppur og hótun hvíts er í framhaldinu að fara með hrókinn sinn á D7 og hirða peðið á F7. Ef að svartur drepur núna á F3 og hvítur drepur tilbaka og svartur bakka með drottningunni sína á C6 þá gæti hann svarað hrókur D7 með því að fórna drottningunni og eftir drottning drepur D7 við sjáum að eftir hrókur drepur D7 þá getur svartur hirt drottninguna hér, hrókurinn ekki lengur leppur. Eftir drottning drepur D7 þá kemur hrókur drepur D8 og svartur ætti að spjara sig ágætlega í þessari stöðu. Þess vegna er leikur fyrir hvítan eftir drottning C6 biskup G5 sem einfaldlega valdar hrókinn á D8 og við sjáum að eftir biskupdrepur E5 kemur hrókur D7 og hótanir hvíts eru alveg svakalegar. Það gengur ekki lengur fyrir svartan að gefa drottninguna með drottningdrepur D7 því að nú er hrókurinn valdar eins og við sjáum svartur fær ekki nóg fyrir drottninguna og ef að svartur leikur hrókur F8 til dæmis þá er þetta bara mát þannig að það er engin leið að valda peðið almennilega og við sjáum að hrókurinn á D7 loka líka fyrir drottninguna á
C6 þannig að hún valdir ekki hrók í leikur. Eftir hrókudrepur D8 kemur drottningdrepur F7 og svo mát í kjölfarið. Þannig eftir hrókur A til D1 hjá hvítum fann tímann engan annan betri leik heldur biskup G7 sem að býður hvítum eiginlega uppskipti á biskupunum. En hér leik Short ekki biskup drepur G7 heldur hrókur D7 og þá leik Timman hrókur F8. Svarta staðan er mjög erfið. Við sjáum að eftir biskup drepur H6 kemur drottning drepur H6 og hvítur hóta núna að taka peðið á F7 með hrók og koma rittarnum í sóknina með rittar G5 á eftir. Ef að svartur leikur drottning E4 getur hvítur líka tekið á F7 og við sjáum að nú er hugmyndin eftir kóngur drepur F7 að skáka drottningun af eða virkja hinn hrókin með hróku D7. Þetta er mjög hættulegt. Þannig að hrókur F8 og nú loksins fór Short í uppskipti á G7 og lék hrókur D4. Þetta er góður leikur hjá Short. Hrókurinn valdar ekki bara C4 peð heldur er líka tilbúinn að sveifla sér í sóknina ef hann þarf á eftir. Nú lék Timman hrókur A til E8 og þá kom drottning F6 skák og eftir kóngur G8 kom H4 hjá Short. Plan hvíts er auðvitað að leika peðuna áfram, jafnvel alla leið til H6 ef hann getur með máthóttinn og G7 og til þess að opna kóngstöðuna og virkja hrókinn í framhaldinu. Þess vegna leik Timman H5 til þess að stoppa H-peð hvíts og nú er gott að stoppa og spyrja sjálfan sig hvernig getur hvítur haldið áfram. Hvaða leikur bætir hvítustöðuna hér? Fyrsti leikur sem hann getur dottið í hug er leika hróku D8 en hvítur græðir ekkert á því, svartur getur hér farið bara í uppskipti á D8 og þetta léttir bara stöðunni fyrir svartan. Eftir kóngur G7 er ekkert annað fyrir hvítan heldur en bara að fara í leitast eftir jafntefli með þráskák með drottning F6. Nú þegar þungumennir eru flesti farnir út af borðinu þá fara peðin á drottningvagnum að vera svolítið veik. Þannig hvítur verður að halda mörunum inn á borðinu og það vantar einhvern veginn einn mann í viðbót í sóknina til þess að ná að máta svartan. Það var til dæmis mjög gott fyrir hvítan ef hann ætti svarterdabiskup hér sem að getur farið á H6. Þannig að við ættum að hugsa hvaða maður kemst að H6 til þess að hjálpa hvítum að máta og hér fekk Short alveg ótrúlega hugmynd og ég man ekki eftir að hafa séð slíka hugmynd áður í skák. Hann leik kóngur H2 og ég held að Timman hafi engan veginn átt að sjá því hvað planin var. Timman gæti ef að haldið að Short var að leika einhvers konar biðleik. Við sjáum að það er ekki hægt að virkja rittarinn í sókninni af því að það er ennþá máthóttinn og G2. Þannig að kóngur H2 og hér kom hrókur C8. Svartur er bara að bíða. Eitt leikur sem hann gæti dottið í hug fyrir svartan að leika er biskup C8 en þá er biskupinn ekki lengur að styðja við drottninguna hérna á þessari löngu skálinu og þá er rittarinn svolítið laus þess að fara í sóknina og hér getur hvítur leikið G4 og eftir biskup drepur D7 þá getur hvítur drepið hérna á H5 og sjáum að peð er að leiðin til H6 með máthóttun. Hér getur komið G drepur H5 en því verður svarað með drottning G5 skák. Eftir kóngur H7 og drottning drepur H5 þá er bara svartur mát með hróku G4. Ef að svartur leikur hér kóngur H7 þá getur hvítur leikið rittari G5 skák. Sjáum ef að kóngurinn bakkar á G8 þá kemur H6 með máti á G7 og eftir kóngur H6 þá kemur rittari F7 skák, hrókur drepur F7 og drottning drepur G6 mát. Eftir G4 getur svartur líka reynt að drepa á G4 með peði en þá kemur rittari G5 og við munum að eftir að biskupinn fyrir á C8 þá er rittarinn algjörlega laus, það er engin máthóttinn hér lengur. Biskupinn getur snúið við og farið á B7 aftur en þá getur hvítur lokað skálínunni með að leika F3, fórna peðinu og hirt síðan peðið á F7 og svartur verður mát í kjölfarið. Ef að svartur aftur á móti tekur hrókinn á D7 með biskup drepur D7 þá kemur H5 og hvítur brýst í gegn. Munum að peðra leiðin til H6 og eftir G drepur H5 getur hvítur leikið drottning H6 og máthóttun á H7 er óverandi. Förum þá aftur í stöðuna eftir kóngur H2 hjá hvítum. Timman lék hrókur C8, hann er bara bíðarólegur og nú kom kóngur G3 og ég held að það hefur verið hér sem að Timman átti að sjá því hvað Short var að plana. Kóngurinn er á leiðinni til H6. Þótt ótrúlegt með verðast. Og það er voða fátt sem getur stoppað hann í að flakka þannig yfir á kóngsvanginn. Svartur kemst ekkert nær hvíta kóngnum til að stöða hann.
Timman reyndi að fara með hrókinn tilbaka á E8, þá kom kóngur F4 og eftir biskup C8 sem hótar auðvitað hróknum á D7 þá lék short bara kóngur G5 og hér gafst Timman upp. Hótun hvíts að leika kóngur H6 með máti á G7. Svari Timman þessu með kóngur H7 þá getur hvítur drepið hérna á G6. Nú sjáum við að peðið á F7 leppur, svartur má ekki drepa tilbaka. Eftir kóngur H8 og drottning H6 gák getur hvítur farið með kónginn sinn hérna á F6 og enn og aftur mátótan á G7 sem svartur getur ekki stoppað. Þetta kóngsflakk shorts orðið mjög frægt og þessi skák fekk fegurra verðlaun. Ef maður rétt þá var valinn besta skák ársins 1991. Og eins og við sjáum, þetta ótrúlegt ferðalag kóngsins yfir á kóngsvanginn sem svartur bara hreinlega getur ekki stoppað. Mjög falleg úrvinnsla hjá short í þessari stöðu. Takk fyrir þetta.